Afganskir flóttamenn reyna í auknum mæli að komast úr landi á sama tíma og hersveitir Talibana nálgast höfuðborgina Kabúl og helsta vígið í norðrinu er fallið. Hér á landi verður flóttamannanefnd kölluð saman til að skoða hvernig Íslendingar geti mætt neyðinni sem blasir við. Minnst 29 létust í hörðum jarðskjálfta á Haítí í dag. Eyðileggingin er sérstaklega mikil í borginni Le Cay í nágrenni upptakanna. Björgunarstarf er í fullum gangi. Formaður Kennarasambands Íslands hefur þungar áhyggjur af því að skólastarf skerðist annað námsári í röð. 400 börn hafa verið send í sóttkví vegna smita í skólum á höfuðborgarsvæðinu síðustu daga. Formaður Miðflokksins gagnrýndi sitjandi ríkisstjórn harðlega í ræðu á landsþingi flokksins sem sett var í dag. Kosningabaráttan leggst vel í hann og flokkurinn útilokar ekki samstarf með neinum. 13 ára Akureyringur vinnur fyrir sér í sumar með því að mála stærðarinnar veglistaverk á salernin á tjaldstæðinu á Hauganesi. Hann fær meðal annars greitt í pítsum og gæti ekki verið ánægðari. Gott kvöld. Hersveitir Talibana nálgast Kabúl óðfluga, örtröð á flugvöllum þar sem Afganar reyna að flýja land á sama tíma og starfsmenn erlendra ríkja eru fluttir brott. Talibanar hafa hertekið hverja borgina af annarri undanfarna daga. Herat, næst stærsta borg landsins, féll í hendur þeim í gær og fulltrúi þeirra var borubrattur. Konur landsins eru ekki á sama máli, nái Talibanar völdum. I'm afraid of being killed. I'm totally sure that I will not survive here. Hart hefur verið barist í borginni Mazar-e-Sharif í norðurhlutanum sem er mikilvægt vígi stjórnarhersins. Hann hefur beitt loftárásum til að verjast árásum Talibana. Hersveitir þeirra nálgast höfuðborgina Kabúl nú óðfluga og öryggisgæsla í borginni hefur verið efld til muna. Og það er mikið að gera á alþjóðaflugvelli borgarinnar en þangað hefur fjöldi Afgana streymt til að flýja land. Forseti Afganistan tilkynnti í sjónvarpsávarpi í morgun að hann hefði stigið skref til að binda enda á stríðsátökin. مشورت‌های گسترده را در داخل دولت با بزرگان و رهبران سیاسی، نمایندگان اقشار مختلف مردم افغانستان و همکاران بین‌المللیمان آغاز کردم. Frekari áætlanir voru ekki gefnar upp, en framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna var ekki að skafa af því þegar hann tjáði sig stöðuna í landinu. Afghanistan is spinning out of control. Directing attacks against civilians is a serious violation of international humanitarian law and amounts to a war crime. Perpetrators must be held accountable. Hallgrímur, hvernig hefur sókn Talibana þróast í dag? Já, það voru að berast við tíðindi bara núna rétt fyrir fréttir að Talibanar hefðu lagt undir sig borgina Mazar-e-Sharif sem var minnst á í fréttinni hérna áðan. Hún er í norðurhluta landsins, hefur verið eitt sterkasta vígi stjórnarhersins og þetta þýðir að allur norðurhluti Afganistan er nú kominn í hendur Talibana og þeir ráða núna flestum héraðshöfuðborgunum. Þetta er dálítið stór áfangi í sókn þeirra og það er eiginlega vandséð hvernig stjórnarherinn getur stöðvað þessa framrás Talibana núna. Einmitt, það kom fram að fjölmargir Afganar eru að flýja land. Hvert gætu þeir farið? Já, það er verið að þrýsta á þjóðir heims að taka á móti flóttamönnum frá Afganistan og Kanadamenn tilkynntu í morgun að þeir ætluðu að taka á móti 20.000 afganskum flóttamönnum til að leggja sitt af mörkum. Það hefur ekki heyrst mikið frá öðrum þjóðum en íslensk stjórnvöld eru til að mynda að skoða þessi mál og félagsmálaráðherra hefur beðið flóttamannanefnd að skoða hvort og hvað Ísland geti gert til að leggja meira af mörkum í flóttamannamálum í Afganistan. 18 manns bíða í Afganistan eftir að komast til Íslands vegna fjölskyldusameiningar. Félagsmálaráðherra segir hafa verið ákveðið að flýta komu þeirra hingað eins og unnt er. Að auki bíða 30 manns frá Afganistan í Íran eftir pappírum áður en ferðin er haldið áfram til Íslands. Síðan hef ég sent erindi til flóttamannanefndar sem að alla jafna sér þessi mál fyrir stjórnvöld, skipuleggur komur flóttamanna og svo framvegis og beðið þá að skoða með hvaða hætti við getum lagt meira mörkum hvað þetta snertir, ástandið í Afganistan og flóttamannanefnd mun koma saman í vikunni til þess að ræða það og koma þá með tillögu tilbaka til stjórnvalda.
2 ráðuneyti koma að málum fólks sem hingað leitar skjóls. Dómsmálaráðuneytið og Útlendingastofnun sjá hælisleitendur, en félagsmálaráðuneytið sér kvótaflóttamenn og þegar fólk hefur fengið stöðu í landinu að sögn félagsmálaráðherra. Hann telur vel hafa tekist til með samræmda móttöku flóttafólks. Aðlögun að samfélaginu og íslensku kennsla hafi verið stór eld síðasta ár. Stjórnvöld í ýmsum löndum hafa tekið af skarið og ákveðið bara einhvern ákveðin fjölda fólki sem kemur frá Afganistan inn í landi, til dæmis Kanada. Væri eitthvað slíkt í stöðunni á Íslandi? Ég væri ekki að biðja flóttamannaráð að fara yfir þetta nema hugur fylgdi þar máli. Jarðskjálfti af stærðinni 7,2 reið yfir Haítí í dag, minnst 29 eru látnir en eyðilegging af völdum hans mikil. Jarðskjálftinn átti sér stað klukkan 8:30 í morgun að staðartíma og voru upptökin 160 kílómetra frá höfuðborginni Port-au-Prince. Hann fannst víðast hvar í Karabíska hafinu, meðal annars á Jamaiku og Kúbu. Töluverðar skemmdir eru í borginni Le Cayenne, skammt suðvestan upptakana. Fyrstu fregnir sem komu frá Ariel Henry, forsætisráðherra Haítí, á Twitter bentu til að skemmdirnar væru miklar og dauðsföllin mörg. Síðan var haft eftir almannavörnum að minnst 29 væru látnir og að leita að fólki væri í fullum gangi. Þá er einnig haft eftir fólki í Port-au-Prince að þar sé fólk látið og allir séu nú út á götu af ótta við eftirskjálftann sem hafa verið margir. Flóðbylgjuviðvörun var gefin út eftir skjálftann en hún var svo afturkölluð. 11 ár eru síðan skjálfti að stærðinni 7 reið yfir Haítí sem var yfir 200.000 manns að bana. Upptök þess skjálfta voru nær höfuðborginni og hann hafði áhrif á mun fleira fólk en þessi skjálfti líklegur til að gera. Slæmir innviðir landsins gerðu hins vegar að verkum að enn hefur ekki náðst að byggja þá upp að nýju, 11 árum síðar. Stjórnvöld á Haítí hafa lýst yfir neyðarástandi og boðað að björgunarfólk verði sent á vettvang. Þá hefur Joe Biden Bandaríkjaforseti tilkynnt að hann hafi samþykkt að veita þjóðinni aðstoð. Þjóðin hefur gengið í gegnum ýmislegt undanfarnar vikur. Aðeins mánuður síðan forseti landsins, Jovenel Moïse, var drepinn á heimili sínu og talið að háttsett fólki í landinu hafi skipulagt morðið. 84 kórónuveirusmit greindust innanlands í gær, 49 voru utan sóttkvíar. Þetta eru töluvert færri smit en greindust í fyrradag sem var 4. stærsti dagurinn frá upphafi með 130 smit. Nokkuð færri sýni voru þó tekin. 31 á sjúkrahúsi með COVID-19, þar af 1 á Akureyri, 7 á gjörgæslu og 4 þeirra þurfa öndunaraðstoð. Þung staða á gjörgæsludeild Landspítala kallar á aukna mönnun, einkum lækna og hjúkrunarfræðinga, og spítalinn falast eftir að þeir sem geta lagt hönd á plóg setji sig í samband við stjórnendur. Í dag 1300 í einangrun og tæplega 1800 í sóttkví og fækkar í báðum flokkum milli daga. Já, sækki. 400 börn hafa verið sendi í sóttkví vegna smita í skólum á höfuðborgarsvæðinu síðustu daga. Formaður Kennarasambands Íslands segir að langvarandi raskanir á skólastarfi hafi alvarleg áhrif á bæði nemendur og starfsfólk skólana. Leikskólar hafa margir opnað á ný eftir sumarfrí og víða farið að bera á smitum hjá bæði börnum og starfsfólki. Það styttist í að skólastarf í grunnskólum hefjist, en eins og staðan í dag verða ekki takmarkanir á því utan almennra sóttvarnarfyrirmæla. Formaður Kennarasambandsins segir afar líklegt að raskanir geti orðið á skólastarfi annan veturinn í röð. Og við þurfum að gera allt sem við getum til að koma í veg fyrir það. Og missa ekki bara úr námi, heldur það litla nám, eða það nám sem að þó hægt að halda út mjög einsleitt og uppfyllir alls ekki þarfir barnanna fyrir nám og næri ekki til allra barna. Þannig að þetta bara grafalvarlegt og risa verkefni sem við stöndum frammi fyrir. Ragnar bendir á að faraldurinn hafi haft gríðarleg áhrif á líf og nám barna og það þurfi að taka alvarlega. Við erum ekki bara að verja Landspítalann eða hagkerfið í þessum faraldri, við erum líka að verja líf og heilsu okkar viðkvæmustu hópa. Það eru sjúkir, það eru aldraðir og það eru börn. Og börnin held ég bíði einna mestan skaða í þessu og við þurfum að forgangsraða þeirra þá. Hann segir starfsfólk skólana sína mikið æðruleysi en ástandið hafi vissulega tekið á. Langvarandi þreyta geti haft mjög slæm áhrif. Óvissan er gríðarlega mikil og þetta getur þróast á vestaveg og það er mikið þreyta. Það er bara gríðarlega mikið þreyta komin í fólk. Þetta er búið að reyna mikið á og þá eru úrræðin sem maður hefur þó maður búa reynstunni oft takmarkaðar en áður.
Ragnar segir mikilvægast að ákvarðanir varða faraldurinn séu teknar á vísindalegum grunni. Það búið að tala mikið það eins og aðgerðir snúist einhvern veginn stemningu í þjóðfélaginu. Þórólfur er reglulega spurður, stemning fyrir hertum aðgerðum, stemning fyrir hinn og þessu. Mér bara alveg sama ef það einhvern tíma stemning fyrir því að leggja líf fólks í stórkostlega hættu, þá það bara stemning sem ég gef ekkert fyrir. Slökkvilið á höfuðborgarsvæðinu hefur undanfarnar vikur boðið starfsfólki sínu upp á hraðgreiningarpróf til að koma í veg fyrir kórónuveirusmit inn á vinnustaðinn. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins hefur verið undir miklu álagi vegna COVID-19. Í slökkvistöðinni í Skógarhlíð eru starfsmenn að búa sig undir að flytja sjúkling með COVID. Það er búið að vera brjálæði að gera hjá ykkur? Já, vægast sagt. Það er búið að taka yfir bara það sem við gerum mikið við sko. Slökkviliðið hefur prófað starfsfólk með hraðgreiningaprófum fyrir COVID-19, til dæmis þegar það kemur úr sumarfríi og við upphaf vaktatarna. Niðurstaða liggur jafnan fyrir innan klukkustundar. Það búið að vera rosalegt álag á okkur yfir langan tíma og þess vegna líka erum við að leggja svona mikið á okkur til þess að koma í veg fyrir smit. Starfsfólki lögreglu og landhelgisgæslunnar hefur jafnframt verið boðið upp á hraðgreiningapróf í sama tilgangi. Nokkur umræða hefur verið ágæti slíkra prófa. Sóttvarnalæknir hefur til að mynda varað við að treysta of á prófin þóttu geti gefið vísbendingu smitt. Slökkviliðið hefur nú tekið hátt í 500 hraðpróf og hingað til hefur enginn greinst jákvæður. Þessi hraðpróf eru bara eitt af þeim verkfærum sem við erum að nota til þess að gera allt sem í okkar valdi stendur til að koma í veg fyrir smit inn á vinnustæðina. Því að okkar þjónusta er viðkvæm. Það getur haft mikil áhrif ef við missum fólk í sóttkví að tala ekki einangrun yfir lengri tíma. Endurreisn efnahagslífsins og heilbrigðiskerfisins eru meðal helstu baráttumála Miðflokksins fyrir komandi alþingiskosningar að sögn formanns flokksins. Hann vonast til að alvöru stjórnmálaumræða eigi sér stað í aðdraganda kosninga, hana hafi vantað. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, setti landsþing flokksins formlega í dag með ræðu eins og hefðir fyrir. Þar gagnrýndi hann sitjandi ríkisstjórn harðlega og þá sérstaklega stefnunnar í umhverfismálum. Komandi kosningar leggjast vel í hann. Ég er bara virkilega glaður að þetta sé að fara af stað. Loksins ekki veitir af að ræða framtíðina og lausnirnar. Við bjóðum upp á okkar lausnir, aðrir kannski koma með eitthvað annað, en þannig á lýðræðið að virka, að fólk geti valið á milli og stutt á þá sem að þeir telja vænlegasta til að skila árangri fyrir samfélagið. Og baráttumálin eru mörg. Það er endurreisn efnahagslífsins, það er staða litlu fyrirtækjanna í landinu, staða heilbrigðiskerfisins augljóslega. Ég vona að fyrir þessar kosningar verði alvöru stjórnmála umræða, því að hana hefur eiginlega vantað núna á Íslandi í 1,5 ár, en nú er komið að því að ræða framtíðina. Miðflokkurinn stefnir í ríkisstjórn og útilokar ekki samstarfið neina flokka. Við erum ekki því að útiloka neitt, þó að mig kannski segja að ef einhverjir flokkar útiloka okkur, þá kannski gerir það viðræður erfiðar, en maður hefur nú svo sem séð í gegnum tíðina að þegar að búið er að halda kosningar, þá verða menn nú sumir hverjir praktískar en gáfu til kynna fyrir kosningarnar, en við munum halda okkur við málefnum. Framboðslistar Miðflokksins fyrir komandi þingkosningar hafa vakið athygli, til að mynda þegar Fjóla Hrund Björnsdóttir hafði betur gegn Þorsteini Sæmundsssyni, sitjandi þingmanni, í oddvitakjöri flokksins í Reykjavíkurkjördæmi suður. Konur eru meira áberandi á listum flokksins en áður. Það voru einfaldlega kjördæmin sem að stiltu listum. Ég sagði strax í upphafi að ég myndi ekki skipta mér af uppstillingu á lista, en það væri það óviðandi, það er kjördæman að gera það. En mér sýnist þeim hafa tekist alveg ljómandi vel til, og þó að maður muni sakna einhverja úr þingflokknum sem er ekki í framboði núna, þá mun ég vinna með þeim áfram á annan hátt. Sósíalistaflokkurinn kynnti í dag framboðslista sinn í Norðvesturkjördæmi. Listan leiðir Helga Thorberg, leikkona og garðyrkjufræðingur. Í öðru sæti er Árni Múli Jónasson, framkvæmdastjóri Þroskahjálpar og fyrrverandi þingmaður Bjartrar framtíðar. Þriðja sætið skipar Sigurður Jón Hreinsson, bæjarfulltrúi í listans í Ísafjarðarbæ, og það fjórða Aldís Skram, lögfræðingur og kennari. Langflestir sem koma í meðferð á Vog eru með nikótínfíkn til viðbótar við aðra fíknsjúkdóma. Yfirlæknir á Vogi segir margar leiðir til að koma fíkniefninu nikótíni í fólk, nikótínpúðar séu ein þeirra.
Áhyggjuefni sé hversu ungt fólk sem jafnvel aldrei hafi reykt sæki í þessa púða. Form nikótínneyslu á Íslandi hefur tekið töluverðum breytingum. Ekki lengur í tísku að reykja sígarettur en nikótínið finnur sína leið, segir yfirlæknir á Vogi. 7 til 8 milljónir manna deyja árlega í heiminum vegna reykinga. 30% íslensku þjóðarinnar reyktu daglega fyrir 30 árum. Nú svo tala 8% samkvæmt tölum frá landlækni. Þessi mikla breyting varð ekki að sögn yfirlæknis á Vogi fyrir aðgerðir til að takmarka aðgengi tóku gildi. Gríðarleg markaðsöfl sé á bakvið sölu á nikótíni, ekki síður en áfengi, kannabis og öðrum fíkniefnum. Nikótínið sé oft fyrsta fíkniefnið sem kom inn fyrir varir fólks. Þessi nikótínpúðar er kannski svona nýja formið af nikótíni. Það hafa verið margar leiðir í gegnum tíðina að koma nikótínu á markaðinn og inn í fólk. Og þetta mjög ávanabindandi fíkniefni sem nikótínið er. Það greinilega vinsælt hjá ungu fólki að fara í, það var munntóbak, núna meira en þessir púðar, nikótínpúðar og svo rafretturnar. En þetta nú sama fyrirbrigði sem við erum eldast við, þetta nikótín sem mjög ávanabindandi fíkniefni. En það sem maður hefur áhyggjur af ef að ungt fólk að ánýtist nikótín í gegnum þessa nikótínpúða eða rafrettur sem ekki til dæmis hefur verið að reykja sígarettur áður. Það ekki verið að nota það til þess, til að hjálpa sér að hætta að reykja. Heldur verður til svona nýtt vandamál í raun sem þessi nikótínfíkn. Knattspyrnumaðurinn Gylfi Þór Sigurðsson verður áfram laus úr haldi lögreglu gegn tryggingu til 16. október hið minnsta. Hann til rannsóknar í Bretlandi grunaður kynferðisbrot gegn barni og Sky-fréttastofan greinir frá því og hefur eftir lögreglu að lausnin hafi verið framlengd á meðan rannsókninni vindur fram. Gylfi ekki nafngreindur í frétt Sky frekar en í fyrri fréttum breskra miðla af lagalegum ástæðum. Gylfi var ekki í leikmannahópi Everton í fyrsta leik liðsins í ensku úrvalsdeildinni í dag. Viðbragðsaðilar telja brýnt að auka stígagerð við gosstöðvarnar á Reykjanesi og öryggi á núverandi leiðum að gosinu. Fundað hefur verið frekari stígagerð. Aðalvarðstjóri lögreglunnar segir eilíf útköll að gosstöðvunum vegna slysa. Lögreglan segir að útköll séu nánast daglega hingað á vettvangi grennd við gosstöðvarnar eftir að einhver hefur meitt sig. Í þetta sinn var konan sem í hlut átti frekar heppin því hún sneri sig aðeins á fæti. Margir hafa brotið sig hérna upp á síðkastið. Hún slapp nú vel þessi, hún virðist hafa tognað og ökla. En því miður erum við með fótbrot nánast daglega. Það hefur verið undanfarið aðalega upp á Langahrygg þar sem aðsóknin hefur verið hvað stífust undanfarið. Það er dálítið bratt upp og erfiður gangur upp og niður. Það nú aðalega þegar fólk að labba niður brekkuna. Niður hérna Langahrygg sem að fólk að slasa sig og þá aðalega á ökla. Þannig því skríkar fótur í lausamölin á leiðinni niður? Já, það búið að vera mjög laust í brekkunni núna síðustu daga. Og nóg að gera hjá ykkur? Ja, mikið meira en nóg. Það er 7 útköll núna á innan við viku. 13 ára listamaður hefur í sumar unnið fyrir sér með því að mála vegglistaverk á Hauganesi. Hann segist alsæll með sumarstarfi enda í félagsskap ömmu sinnar og með ótakmarkað aðgengi að pítsum. Þetta listmálarinn Oddur Atli. Oddur sem 13 ára gamall líklega yngsti atvinnulistamaður landsins. Hann hefur í sumar unnið fyrir sér með því að mála vegglistaverk á tjaldstæðinu á Hauganesi í Eyjafirði. Þetta eitt af mínum mestu áhugamálum og mér finnst gaman að vera úti að mála og svo mála landnámsmenn og líka þá fæ ég að spjalla við fólk sem hefur áhuga á sig og eitthvað. Með verkefninu nær Oddur að sameina atvinnu og áhugamál, eitthvað sem marga dreymir Er þetta sæmilega borgað að vera atvinnulistmálari? Já, ég meina, ég fæ ókeypis að borða á Bakkalá. Mér finnst bestu pítsuna þar sem það náttúrulega bara lúxus sko, að fá borða þar, frítt bara ókeypis hvernig sem ég vil. Þótt vel gangi á Oddur mikið verk fyrir höndum því hann stefnir á að þekja alla veggi klósettana á tjaldstæðinu. Hann málar verkið fríhendis en hefur þó notið aðstoðar ömmu sinnar. Í staðinn fyrir að nota bara skjávarpa eða eitthvað, þá stillti ég mig bara upp hérna, kom svona og leyfði ömmu að gera bara kringum. Mér finnst þetta mjög spennandi og skemmtilegt sko, og mér finnst líka skemmtilegt að öðrum finnst þetta skemmtilegt sko, sem að mér er skemmtilegt. Nú ertu 13 ára gamall, heldur þú sért yngsti atvinnulistamaður landsins?
Ég veit nú ekki það, en ef ég það þá bara Þetta fallegur morgun og svo fallegur morgun vildi fagna í morgun svo ég flagga í morgun ég dró hann upp já alveg upp að húni já það var sól hér í morgun fékk mér sólber í morgun því ég fól mér í morgun bara njóti sem morgun svo gekk ég út og ég lagðist í tún. Hæfileikaríkur strákur og þá að veðri. Á morgun útlit fyrir hæga vestlæga átt eða hafgólu. Það léttir til og hlýnar heldur á norðan- og austanverðu landinu en verður skýjað við suður- og vesturströndina. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttum og það er Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér þær í kvöld. Keppni í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta hófst í dag á ný eftir sumarfrí. Manchester United sett upp flugeldasýningu á Old Trafford. Liðsmenn íslenska karlalandsliðsins í körfubolta eru bjartsýnir eftir sigur á Danmörku í gærkvöld. Valskonur þokast nær Íslandsmeistaratitlinum í fótbolta. Og hjólreiðakeppnin Tour de Ormurinn á Austurlandi er meðal þess sem verður í íþróttum hér eftir fréttir. Og þá ætlum við að fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Afganskir flóttamenn reyna í auknum mæli að komast úr landi á sama tíma og hersveitir Talibana nálgast höfuðborgina Kabúl og helsta vígið í norðrinu er fallið. Hér á landi verður flóttamannanefnd kölluð saman til að skoða hvernig Íslendingar geti mætt neyðinni sem blasir við. Minnst 29 létust í hörðum jarðskjálfta á Haítí í dag. Eyðileggingin er sérstaklega mikil í borginni Le Cayet í nágrenni upptakanna. Björgunarstarf er í fullum gangi. Formaður Kennarasambands Íslands hefur þungar áhyggjur af því að skólastarf skerðist annað námsári í röð. 400 börn hafa verið send í sóttkví vegna smita í skólum á höfuðborgarsvæðinu síðustu daga. Formaður Miðflokksins gagnrýndi sitjandi ríkisstjórn harðlega í ræðu á landsþingi flokksins sem sett var í dag. Kosningabaráttan leggst vel í hann og flokkurinn útilokar ekki samstarf með neinum. 13 ára akureyringur vinnur fyrir sér í sumar með því að mála stærðarinnar veglistaverk á salerninu á tjaldstæðinu á Hauganesi. Hann fær meðal annars greitt í pítsum og gæti ekki verið ánægðari. Sjónvarpsfréttir eru á enda, áfram fréttir auðvitað á RÚV.is og í útvarpi næst klukkan 10. Við minnum einnig á RÚV appið. Takk fyrir samfylgdina og hafið það sem allra best. Á RÚV í kvöld. Ella í álögum er ævintýraleg fjölskyldumynd Ellu sem er í álögum álfadísar og þarf að vera